Já, komið sæl og velkomin í hádegisviðtal markaðarins. Hann sestur hérna hjá mér, Björgvin G. Sigurðsson, viðskiptaráðherra, vertu velkomin. Takk fyrir það. Markaðurinn hefur verið að hrynja undanförnu, krónan fellur og veikir enn stöðu Íslands á alþjóða vettvangi. Ekki komin tími til að ríkisvaldið og Seðlabankinn geri eitthvað í málinu? Jú, við höfum náttúrulega verið að gera ýmislegt. Núna frá áramótum erum við til dæmis að ráðast í skattalegar aðgerðir sem kosta ríkissjóð á ársgrundvelli líklega 22 milljarða þegar allt er komið fram. Hækkun á skattleysismörkum og lækkun á tekjuskattum fyrirtæki úr 18 í 15. Þannig að menn eru nú að gera ýmislegt og fyrir utan það er náttúrulega verið að vinna að ýmsu og mikið ráðslag á baku tjöldin en svo náttúrulega er hin hliðin á því það er hvað gerir Seðlabankinn og hvernig beitir hann sínu stýritæki sem eru stýrivextirnir, þannig að auðvitað er þetta samspil flókið en það menn hafa mikið samráð og vinna mjög saman, ráðuneyti, viðskipta, fjármál og forsætis, fjármálaeftirlit, Seðlabanki, þetta eru aðilar sem vinna formlega saman og hittast og fylgjast með ástandinu, þannig að það er ýmislegt verið að gera og ýmislegt verið gert. Já, þetta eru reynda svolítið svörin sem maður færa, það er verið að hittast og það er verið að skipa nefndir og það er verið að ræða málin og svo eins og Geir H. Haarde forsætisráðherra kemur hérna fram í dag og lýsir yfir áhyggjum af ástandinu og þetta sé allt voða slæmt, en við ætlum ekki að gera neitt. Það er að því að nákvæmlega það sem Geir var að fjalla um í morgun, forsætisráðherra var lækkun krónunnar og lækkun á hlutabréfamörkuðum. Ríkisstjórnir, hvorki Íslands né annarra vesturlanda hafa stýritæki til að grípa beint inn í þá þróun. Það væri þá bara lagabreyting og eitthvað svoleiðis en sem sagt við höfum ákveðið fyrirkomulag, peningamála, Seðlabanki, fljótandi gjaldmiðill og svo framvegis og við hlaupum ekki frá því þó að gefi á bátinn og við erum núna að sigla í gegnum ágjöf sem er tilkomin að langmestu leit út af erlendum hreyfingum. En ég verð aðeins að stoppa þig þarna vegna þess að þú segir að Vesturlanda ríkisstjórnin hafi ekki gert neitt. Svíþjóð lenti í svipaðri krísu í kringum 1990 og þá lagði ríkið fé inn í bankana. Kemur slíkt til greina að gera það hér? Ja, það er þá gert í gegnum Seðlabanka sem að með gjaldeyrisforðasjóð og svo framvegis og hann var eldur mjög verulega fyrir 1,5 ári síðan. Núna er bara mjög árarill á mörkuðum til að gera það kannski akkurat núna. En allt er þetta til skoðunar og ég sagði ekki að ríkisstjórnir gerði ekki neitt, heldur erum að gera ýmislegt eins og til dæmis verið að liðka til atvinnulífinu almennt með hinum skattalegu aðgerðum. Við erum að auðvelda fyrirtækjum að skrá hlutafé sitt í evrum og erlendum miðlum, nýtt frumvarp sem ég var að flytja daginn út úr nefnd Jóns Sigurðssonar, fyrrverandi ráðherra og Seðlabankastjóra. Þannig að stjórnvöld er að gera fullt af hlutum. En það sem við megum ekki gera og eigum ekki að gera, það er að rjúka til í óðagoti og panikástandi akkurat erfiðustu dagana og þá svörtust eins og kannski í gær og nokkra daga frá áramótum. Og þeir hafa bara verið að verða svartari. Þetta er bara svartari og svartari og sko eins og skuldatryggingaálag á bankana er að nálgast 1000. Já, en það sem að sko menn eru búin að vita lengi af og hefur almennt verið rætt um að gengi krónuna var allt og hátt skráð og við höfum öll vitað og okkar færustu sérfræðingar hafa lengi sagt til það að gengi muni lækka. Efnahagslegar forsendur síðu þannig, bæði undirliggjandi og það sem er að gerast, er að gengi muni lækka. Við vorum að vona að það gerðist rólega og löngum tíma. Þess vegna meðal annars hefur stýrivöxtum verið haldið svona háum í 1375 til að verja það að krónan falli og bratt með tilherrandi verðbólguskotum. Nú fellur krónan hraðar en menn voru að vona en svipaðar upphæðir og flesti bjuggust við að krónan myndi fara niður kannski 15-20%. Það sem gerist í gær halda menn fram og ég vona það eins og flestir að þetta hefur svo kallega yfirskot að ræða sem jafnir svo gangi tilbaka á tilteknum tíma. Þess vegna er erfitt að bæða að meta ástandið akkurat þegar við erum stödd inn í svona sveiflu af því að okkur vantar yfirsýnina, við erum að sjá hvað gerist í dag, við erum vísbendingar um að það hafi hægt mjög á í dag og krónan sé svona heldur að jafna sig. En meðan að eins og einn okkar hagfræðingum bent á í morgun, meðan að þessi miklu vandamál er á erlendu lánamörkuðum, meðan þessi ótti ríkir á mörkuðum, meðan þessi taugaveiklun er í gangi, bandaríski bankinn helgina og svo framvegis, þá mun verða óróleiki á íslensku fjármálamörkuðum og íslenskum gjaldeyrismörkuðum. En það þýðir ekki bara að horfa á þetta vegna þess að sko, þú sér bara eins og Seðlabanka í Bandaríkjunum og í Evrópu, þeir bregðast við þessu. Seðlabanki gerir ekki neitt og þeir láta eins og þeir séu í raun
eins og þeir séu óskráð fyrirtæki í einkaeigu sem þeir tjá sig ekki eins og nefnilega. Davíð Oddsson tjáði sig í gær og Eiríkur í dag. Seðlabankinn nefnilega gerði eitt fyrir skömmu síðan. Hann hélt vaxtastiginu óbreyttu með það markmið að verja krónuna falli. Nú vaxtaákvörðun dagur í apríl. Þannig að auðvitað Seðlabankinn að gera ýmislegt. Það líka aðgerð að gera ekki neitt. Með því heldur voru á þeim tíma voru í rauninni að þá að auka vaxtamunin af því að vextir voru að lækka annars staðar á lágmyndasjóðunum. En það sem að gerast núna að þessir brotsjóir bitna langharkalegast á hávaxtamyntunum, þessum löndum sem eru með hávaxtamyntir, hvort sem það er Ísland, Tyrkland, Suður-Ameríka eða aðrir önnur myntsvæði þar sem eru hávaxtamyntir og það er kannski miklu stærri spurning svo í framhaldinu hvernig er best að koma þessum hlutum fyrir. En þetta er staðan núna. Og hvernig sér þetta fyrir? Hvað þurfum við að gera? Sko þetta er staðan núna og akkurat þegar við erum að komast í gegnum hana þá er kannski óvarlegt að fara að kasta upp einhverju þannig að við séum að hlaupa frá núverandi stöðu. Við eigum bara að halda okkur við þessa peningamálastefnu og klára þetta dæmi. Við erum að taka út ákveðna spennu sem að hefur byggst upp og svo framvegis. Síðan ræðum við framtíðina. Pólitíska skoðun er þetta það sem þú vilt virkilega? Já, svo ræðum við framtíðina og það er mikil þungi núna síðustu mánuð og misseri í allri umræðu framtíðar fyrirkomulag gjaldmiðilsmála. Sú umræða er hvorki tilviljun sprottin upp af framtaki einstakra stjórnmálaflokka eða einstakra samtaka. Umræðan er svo þung, hún er svo mikil og hún er allstaðar. Við sjáum samtök atvinnulífsins, samtök iðnaðarins, verslunarráð. Það vill svo til að Samfylkingin tók afstöðu fyrir nokkuð mörgum árum það að við viljum sækjum aðild að Evrópusambandinu. Þetta er knýjandi spurning og hún verður sífellt stærri og viða meiri. Við sáum til dæmis hér í mannamáli á Sigmundi Erni á sunnudaginn kom dómsmálaráðherra mjög athyglisverða opnun sem talaði vegvísi þannig að við myndum átt okkur á því hvernig við þurfum að breyta stjórnarskrá áður við sækjum aðild, eigum að fara í tvöfalt þjóðaratkvæði, bæðum það hvort við sækjum aðild og svo aftur þegar samningurinn liggur fyrir. Þannig að nefndin sem var skipuð daginn, vaktstöð í Evrópumálum, fengi þá þetta hlutverk að vísa veginn að þessari ákvörðun hvort, hvenær og hvernig. Það er mín pólitíska skoðun eins og ég margótt lýst að þangað ég var stefni í framtíðinu. Við leysum náttúrulega núverandi vandamál. Þrátt fyrir að þetta sé peningasöga og þetta sé stofnun sem að við myndum aldrei ráða neinu virkilega í. Það hvorugt er mín skoðun. Ég held að ávinningurinn og ábatinn af aðild að myntbandalaginu sé gríðarlega mikil fyrir okkur sem þjóð. Þetta er hvorki peningasögan við erum aðilar Skriffinnskustofnun allavega. Það er náttúrulega bara klésja. Við erum aðilar að Evrópusambandinu gegnum EES-samningi. Þar fáum við og njótum þess sem skiptir mestu máli sem er opni markaðsaðgangur. En hitt sem skiptir mestu máli er myntbandalagið. Þetta tvennt skiptir langmestu máli. Við höfum út af samningnum enga lýðræðislega aðkoma rekstri eða fyrirkomulagi sambandsins. Við fengjum hann með aðild að sjálfsögðu. En stærsti ávinningurinn að mínu mati væri myntbandalagi, það sé oft lýst áður. En hins vegar krónan er bara byrði fyrir okkur. En hins vegar var ég að segja áðan að það er best að taka þá umræðu á lengra tímaspanni og ekki þegar við erum staddir í svona djúpri dýfu þannig að menn haldi því fram að við séum að benda á það sem alls er að lausna á skammtíma vanda. En hins vegar leysir Evrópusambandsaðild auðvitað líka mörg vandamál sem við erum að glíma við núna af því að það myndi svo margt breytast ef við værum aðilar að 500 milljón manna mynt ef hún yrði það þegar öll sambandslöndin væri búin að taka hann upp. Þannig að auðvitað blandast þetta allt saman bæði við þá erfiðleika sem að stæði að okkur núna en þá skiptir líka mál að halda rósinu og komast í gegnum erfiðleikana síðan förum við eins og dómsmálaráðherra Björn Bjarnason bent á að skilgreina vegvísana til framtíðar sem að feilast þá í umsóknum sambandið og hvaða tækifæri feilast í því sem að ég hef oft lýst að ég tel að séu fjölmörg en snúast langmest gjaldmiðilsmáli. Já, mér langar eins allir þeir stjórnmálumenn og sérstaklega ríkisstjórnina hafa hafa í raun lítið vilja tjá sig það sem Seðlabankinn er að gera af því að þetta sé sjálfstæð stofnun sem eigi bara að hugsa sitt og við eigum bara leyfin að starfa án þess að gagnrýna hana. Þetta er sjálfstæð stofnun og við eigum í raun alveg að geta gagnrýnt hana vegna þess að þeir starfa sjálfstætt. Og maður hefur talað við fullt af ráðamönnum sem að vilja síðan ekki eru svo sem alveg sammála því að þeir hefðu betur gert einhvern veginn öðruvísi en vilja ekki segja það í beinni. Það er þetta flókna samspil á milli stofnananna sem eru sjálfstæðar, hvort sem eru Seðlabanki eða fjármálaeftirlit eða samkeppniseftirlit sem að eiga að starfa sjálfstætt og án tilskipana frá stjórnmálamönnum. En fólk náttúrulega alveg hafa skoðun á þeim, engin gagnrýni á þeim. Og á að gera það því að þetta eru mannasetningar, þetta eru mannanna verk, það eru við sem búið til fyrirkomulagið.
Það eru stjórnvöld sem ákváðu með stuðningi allra flokka á Alþingi þá að taka upp núverandi peningamálastefnu, sem sagt verðbólgumarkmið, fljótandi gjaldmiðill, alþjóðamörkuðum og svo framvegis. Auðvitað eiga menn stanslaust að vera að ræða það hvort að þetta sé besta og heppilegasta fyrirkomulagið, hvort að Seðlabankinn eigi að lækka eða hækka vexti. Því var haldið mjög stíft fram áramótum að Seðlabankinn ætti að lækka vextina og það voru ýmsir stjórnmálamenn og ráðherrar sem tjáðu sig það og oddvitar stjórnarflokkan og fleiri. Hins vegar var það nokkuð almenn skoðun núna eftir áramótin að það væri óvarlegt að Seðlabankanum að fara í bratta lækkun út af þeim blikum sem voru loft í gengismálum krónar. Það vissu allir að króna var alltof hátt skráð, hún myndi taka þetta út einhvern veginn. Sjávarútvegurinn kallaði til dæmis eftir því hún að lækka 20%, en það hefur hagur útflutningsgreinanna, sjávarútvegs og áliðnaðar og þessara greina batnað mjög verulega frá því núna fyrir nokkrum dögum síðan. Það er þetta skrýtna samspil, en leið er erfitt að og menn eru kannski að varast það að af því að það gefur svo mikið á. Ef við værum í jafnvægisástandi, þá miklu meira rými til að ræða krítiskt stöðu efnahagsmála og peningamála. Það er hins vegar kannski óvarlegra að fara að gagnrýna Seðlabanka aðra þegar við erum stödd í þessari dífu sem við erum að sjálfsögðu sameiginlega að komast út úr, af því að Seðlabanki, fjármálaeftirlit og ráðuneytin hafa mjög mikið samstarf hvað á að gera og menn ræði ýmislegt á bak við tjöldin sem er ekki viðrað fyrir kannski síðar, af því að menn þurfa eins og líka að halda rósinni og treysta á það að það sem við verðum að gera skilja árangri og við náum jafnvægi sem við munum að sjálfsögðu gera. En þú hlýtur að hafa fundið fyrir því að menn eru úr viðskiptalífinu ansi óánægðir með Seðlabankann og ákvarðanir hans og margir hafa einmitt velt því fyrir sig hvers vegna þetta sé eins og endastöð einhverja gamalla pólitíkusa. Á ekki bara að ráða þarna inn sterka hagfræðinga? Jú, en er það ekki svolítið hressilega dramatísera þegar svona sagt að þarna hafa margir sem segja þetta? Já, þarna hafa sumir, nokkri stjórnmálamenn farið inn eins og Davíð Oddsson og Steingrímur Hermannsson, en það eru líka margir sem að koma úr allt annar átt eins og Eiríkur og Ingimundur í dag og svo vinnur náttúrulega mikill fjöldi af gríðarlega hæfu fólki á þessum hæðum í Seðlabankanum, þannig að við skulum nú líka treysta þeim til að taka réttar ákvarðanir en auðvitað Seðlabankinn. Þú veist líka það þannig að ef að viðskiptalífið fyrir fílu, þá fer það bara úr landi með höfuðstöðvar. Já, við verjum það mun ekki gerast og ekki þurfa að gerast, en auðvitað Seðlabankinn seldur undir gagnrýni eins og stjórnmálamenn, stjórnmálaflokkar, að Seðlabankinn fer með svo mikið hlutar sem er náttúrulega stýrivextirnir. Þess vegna er bara eðlilegt og gott að það sé rætt í fjölmiðlum á Alþingi, vettvangi viðskiptalífsins og ég held að þeir sé ekkert að kvenka sér undan því. Ég held að Davíð Oddsson Seðlabankastjóri hljóti nú að hafa ansi þykka brynju eftir öll árin í pólitíkinu, þannig að hann kvenka sér örugglega ekki undan því að menn ræði krítískt störf Seðlabankans, en akkurat núna er kannski ekki rétti tímapunkturinn til að reyna að segja þeim fyrir verkum, af því að við erum að glíma við alvarlega stöðu og við erum að glíma við erfiðleika sem að steðja að okkur utanfrá, hafa mikil áhrif innanlands og við ætlum að sigla út úr þeim erfiðleikum og munum gera það. Björgvin, gott að heyra, takk hérlega fyrir komuna. Sömuleiðis. Sem þetta gott að hádegis viðtalinu, verið sæl.